Í dag ætla ég að sýna hvernig á að ventastilla Volvo Penta bátavél. Ég er búinn að stilla henni upp á tíma, þannig að sílinder nr. 1 sé að rokka og það þýðir ég get stillt sílinder nr. 6. Þú stillir sílindrin með að losa lásrær og skrúfar svo þennan bolta hérna upp og niður og það breytir bílunni hér. Á þessari vél á að vera 0,4, það er þá 0,4 mm. Við finnum bara réttan. Það er þessi hér. Byrjum samt á því að losa lásrúna. Og svo verður að taka flippan. Það er nú ekki mikið pláss hérna, en látum þetta ganga. Lætur hann ganga undir rokkaramminn. Og síðan er þetta bara svona svolítið að finna þegar hann grípur. Svo verður að passa að herða róna og sjá að hann er ennþá stífur í. Svona getur þú gengið á alla ventlana og stillt það eftir þörfunum. Ég er með turbínu úr Búkollu, 13 litra mótor og ég ætla að slitna hana. Hún er ónýt, við vitum það. En það sem ég gerir þegar að vera að slitmæla, það er mælt bæði endaslag, þá er rauninni hvað öxli gengur fram og tilbaka og svo hliðarslag, hvað hann gengur mikið til hliðana. Endaslagið segir meira til hvort að túrbínu sé ónýtar eða ekki. Ef það er komið eitthvað mikið endaslag þá er nú bara eins gott að skipta þær. Þetta er allt mælt með klukku. Stillt upp bara á segli. Þetta er kominni fyrir í. Þetta er ekki alveg að besta hérna, en þetta lítur að ganga. Ég sjá að þá situr klukkan á skaftinu og klukkan hreyfist þegar ég geri. En það er langþægilegast að halda henni í öðru endastoppinu, komin á núllu sem að ná nú svona ágætis mælingu á þetta. Og svo er það bara að prófa. Þetta er eitthvað kringum 1000 sem þetta er. Það er nú talið nokkuð mikið. Og svo til að mæla kastið á henni, þá er betra aðeins þægilega að koma hérna hinum megin. Mæla kastið á henni, það er svolítið þægilega að tekið snígilinn af hérna til að komast betur að hjólinu. Þá getur maður mælt bara hérna með. Það er rauninni ekki hægt að mæla með rónni eða boltanum, það er bara ónákvæmni. Nú er ég búinn að taka snígilinn af, stilla upp klukkunni og þá er það bara að mæla. Og sjáu það. Þetta er 4000 og þið sjáu í rauninni bara á hjólunni, þið sjáu að ég veit ekki alveg hversu vel að sést á mynd, en það sést alveg greinilega að það hreyfist svolítið til hliðana. Það má alveg segja að þessi turbína sé ekki alveg hversu besta. Takk fyrir mig.